Gurinn. Komið sæl aftur, við byrjum á yfirlitskortinu og sjáum þessa víðáttumiklu lægð sem hér við hvarf. Hún nú úr sögunni hvað veðrið á Íslandi varðar í raun og veru en hún fer til norðvesturs og það svolítið mikil úrkoma þarna við austurströnd Grænlands svipað og var hjá okkur helgina. Í austri það má hins vegar sjá að þar ansi víðáttumikil hæð, hún heldur við og við fáum rólegheita veður með þessu samspili næstu daga. Við erum ennþá inn í tiltölulega hlýju lofti, það verður hlýtt á morgun en svo sjáum við að það kemur hér þessi kalda tunga sem breiðist inn yfir landið og það fer nú að kólna þegar líður á vikuna, sérstaklega miðvikudag, fimmtudag og föstudag. En þá sjáum við líka að það ennþá svalara lofti sem hér fyrir sunnan og suðvestan land. Þannig að það nú svona kannski líklega ef við fáum eitthvað loft í takt við árstíma á næstu dögum og vikum. En hér sjáum við kortið fyrir morgundaginn klukkan 15, það svona suðaustan 8 til 13 metrar á sekúndu með suður og suðvestur ströndinni, hægari breytileg átt annars staðar og allvíða bjartviðri, hiti nú sennilega ekki mikið meir en svona 6 til 8 stig á norðanverðu landinu, það hins vegar skiptir svolítið miklu máli hvort að vindurinn ná sér eitthvað á strik. Ef það nær að blása svolítið til dæmis eins og niður Eyjafjörðinn, þá getur nú hitinn hratt vaxið úr þessum 5 gráðum en það ennþá milt hér við suðurströndina. Á miðvikudaga þá kólnar áfram, það svona útgeislunum að búast við því að með kalda loftinu sem gengur yfir landið og síðan því að það nú sól og líklega lítið skýjahulu til þess að halda varmanum við jörðu að þá verður útgeislun og svalt í veðri, sérstaklega á norðan og austanverðu landinu en það kólnar einnig við suður og vestur ströndina. Á fimmtudag svo hæðarhryggurinn hér nálægt og það má búast við því að það verði mjög víða hægviðri og bjart og þar með frekar kalt. Og á föstudaginn þá sjáum við að það í raun og veru mjög svipað, hæðin þá líklega komin hérna inn yfir land, hægbreytilega átt í kringum landið, örugglega fínasta veður út á miðum líka og hitinn ekki nema svona 0 til kannski 3 gráður og frostið eitthvað svipað. En ef við skoðum okkur aðeins í Evrópu, þá sjáum við að það svo sem þessi mikla hæð sem hérna yfir Skandinavíu, hún náttúrulega veldur því að það líka bjart og kalt yfirleitt. Og það má sjá að það líka svolítið lægðasvæði í nágrenni við Bretlandseyjar. Það hins vegar færist svolítið fjör í leikinn þegar við förum til suðurs og suðausturs. Það mjög mikið að vera til dæmis í Miðjarðarhafinu og eins við Svartahaf. Það víða varað við úrkomu með rauðum viðvörunum á morgun, til dæmis í Svartfjallalandi og Króatíu. Og eins búist við mikilli úrkomu sums staðar á Spáni og einnig á Ítalíu. En það farið að stytta upp og lægja á Tenerife, átti að vera fínasta veður þar á morgun. Í Bandaríkjunum þá sjáum við að það nú svona eitthvað úrkomusvæði hér við austurströndina, það fer áfram til austurs á morgun. En ef við höldum áfram til vesturs þá sjáum við að það í raun og veru svipuð staða, það hæð þar yfir og lítið úrkomu. En hins vegar sjáum við hér með vesturströndinni í smá úrkomubelti sem gæti dregið aðeins inn á land og þetta gæti orðið langþráð úrkoma sérstaklega í norðanverðri Kaliforníu. En það sem sagt suðaustanátt í kortunum hjá okkur og síðan hægbreytileg átt þegar líður á vikuna. Það áfram fremur milt á morgun en kólnar svo þegar líða tekur á. Verið sæl.